Það að halda áfram hérna í föstudagsþættinum en bíladagar eru framundan og hefjast núna helgina og standa yfir bara í réttrúma eða viku að þessu sinni og ég hef nú heyrt í fleikt að þessi og jafnvel þeir stærstu hingað til. Er þetta rétt? Hvernig eru bíladagar hjá ár? Já, þeir verða þeir stærstu svona viðburðarlega séð. Við verðum með 12 viðburðir og standa í heila viku. Byrja núna á laugardaginn og við Íslandsmóti í torfæru og laugardag og sunnudag og svo kollakolli og endum svo á bílasýningu og börnátt á næsta laugardag eða 17. Segðu okkur kannski frá þetta eru svo margir viðburðir. Hvað þetta er allt saman? Já, þetta er svona ákveðin tilraun til þess að kannski þjappa þessu svolítið saman og búa til svolítið viðburð. Svona eitthvað sem að kannski hægt að selja og svona, þetta er svona hluta markaðssetningunni. Að þjappa þessu öllu saman. Þarna er náttúrulega alls konar motorsport. Það er blautt sport og þurrt sport og allt þar á milli. Blautt sport og þurrt sport. Nú sko, ég er bara miðaldra hérna 3 barna móðir á brekkunni. Þú verður að útskýra þetta á íslensku sko. Já, þetta er náttúrulega, þetta er rauninni einstætt sko, ekki bara á landsvísu heldur ansi víða því að við erum með allt á sama stað. Við erum með hérna götuspyrnu og svo erum við með drulluspyrnu og þú veist og... Er það þá blautt sportið? Já, það er svolítið blautt. Ok. En ég, sko talandi þetta, buggy enduro er eitthvað sem ég veit ekki hvað er. Já, þetta eiginlega bara byggum við til að því að það er fullt af fólki búið að kaupa svona þessar litlu buggybíla sem mega vera á götunni. Já, mér skilst að sé 20 bílar hérna í bænum. Og það er bara að reyna að fá þá til að því að þetta eru bílar sem fjadra flott og geta hoppað og skoppað og þola það að velta kannski á hliðina. Þannig að við viljum að vera með svona köllum þetta enduro sem er svo sem það verður ekki beint enduro alveg eins og á mótorhjólum en samt þetta er einhver hringur á tíma og þannig að menn að keppa bara að ná sem bestum tíma og fá refsingu fyrir að fella einhverja brautamerkingar. Já, þetta er svona ákveðin tilraun að hérna, fá þessa bíla inn í motorsportið og inn í keppnir, sko. Og þetta verður keyrt mjög svipað og torfærukeppni, reglulega séð, sko. En þetta er allt komið upp á bílasvæði, það er ekki lengur neina keppnir niður í bæ? Engar keppnir, það er bara bílasýningin sem verður í Boganum við Þórsheimili. Já, hún er nú alltaf verið stórglæsileg. Já, hún er alltaf og hefur verið náttúrulega síðan hvað, 74 eða 5. Já. Fyrir okkar tíma, strákar. Já, nákvæmlega. En það er drulluspyrna Auto X. Hvað er Auto X? Það er svona í stuttumáli sagt, svona hröð ökuleikni. Það er eitthvað fyrir þig, sko. Er það fyrir mig? Ok. Það er bara fyrir venjulegan bílaáhugamann að bara þarft ekki endilega að áhuga á motorsporti. Þetta er bara... Það er bara fjölskyldubíllinn og hérna hjálmur og þá ertu klár. Bara skóta Octavia og málið dött. Já, þetta er, þú þarft ekkert að vera að bakka og stoppa og bakka upp á spýtu og eitthvað svoleiðis, sko. Þetta er eins og ökuleikni en þetta er bara keilubraut og þú átt bara að ná sem bestum tíma og reyna að sleppa við að fella ekki stikkur eða keilur. Sandspyrna drift græjukeppni. Já, það er nú... Já, hún hefur verið haldin eins og mörg ár með bíladögum. Það er rauninni græjukeppni sem sagt stereogræjur í bílum. Já. Það sem menn sko setja... Erum við að tala þennan? Sprengja rúðurnar helst. Já, mörg desibel er hægt að ná út úr þessum græjum, sko. Já, og þetta er svona... þá dæma menn þetta ákveðin átt með sko desibelmælir og allt sett í botn og... Og svo burnoutið, það verðist nú alltaf vera svolítið spennandi. Já, það er bara svona, okkar flugeldasýning. Þá þið, ef ég er að skilja þetta rétt, þið eru bara að spóla á staðnum? Það er bara bundnir í spotta og spóla bara í x-langan tíma og svo er seinni umferð. Þá er það frjálst og þá, ég hef nú kallað þetta flugeldasýning og síðan að hérna, Gulli Hrafnkels kom á pikkanum og það kveiknaði í bílnum og hann hætti ekki að spóla. Og bíllinn eiginlega brann. Jesús. En það var nú gaman að því að hann mætti með hann á bílasýningu daginn eftir. Ökuhæfan. Í alvörunni. En þetta er svolítið sniðugt að því við erum að tala um þetta, við sem að kannski erum ekkert inn í þessu sporti, þetta er stundum bara svolítið erfitt að, þú veist, ég horfa á fótbolta og formúlu reyndar, hún finnst hún skemmtileg. Svo kemur þetta og maður bara, já, hvað er svona gaman við þetta? Hvað er það sem að... Það er að koma á staðinn, það er háaðinn og annað. Við erum einmitt með go-kart núna sem er svona mini-formúla. Eða keyrið bara eins og formúlukeppni. Og við settum það á bíladaga núna.
þetta hefur ekki fengið mikið áhorf. Þið eru að fá, er það ekki franska sjónvarpsstöð á staðinn? Það er að koma ein fransk sjónvarpsstöð núna á laugardagsmorguninn sem skild með stærsta motorsportstöð Frakka og svo kemur önnur þarna í lok bíladaga. Já, það hlýtur nú að vera svolítið gaman. Já, þeir eru náttúrulega það sem heillar þá aðalega torfaran. Vatnaaksturinn sem í kringum þessu torfaribíla, hvernig einhver jeppi geti flotið hún á vatni, það finnst þeim mjög... Það er áhugavert. Það er mjög sérstakt. En segðu mig, það hefur nú alltaf verið ákveðnar svona deilur þessa bíladaga hérna á Akureyri og sumir jafnvel vilja bara hreinlega láta leggja það niður, verið umræður samstarf bílaklúbbsins og lögreglunar. Hvernig er svona ykkar sýn í þessu öllu saman? Við vorum náttúrulega hérna á Tryggvabrautinni, þá var þetta meira áberandi í bænum. Svo fluttist þetta allt upp á okkar svæði. Þannig við erum búin að færa öll lætin upp á svæði og ágætlega, það heyrist ekkit mikið oní bæ, en það gerir það eitthvað, Svo erum við með spólsvæðið opið allar nætur fyrir þá sem þurfa að fá útrás. Já. Þannig þið séu ekki hérna í bænum, Þannig að þið upplifið að okkar samskipti við lögreglu hafa verið ágæt, Þannig að þið upplifið að þið séu að koma til móts við... Já, þetta er alveg samstarfsverkefni, Við erum í sambandi við Akureyrarstofu, lögregluna og fleiri aðila bæinn. Að lögreglan, þetta er þjónusta við bæbúa, segjum við, og er unnið þannig að reyna að halda þeim upp frá, en samt undir eftirliti af starfsmönnum okkar. Og lögreglan kemur við þar og svona lítur eftir. En þetta bílasvæði, þetta var algjör bylting. Já. Getið þið lýst í hversu mikil bylting, og raunin dálítið ótrúlegt í einhverjum 18 manna bæ, við erum ég veit ekki, með hátt í 30 íþróttafélög í bænum, skautahöll og handboltahöll og bílasvæði og skíði og guðmata hvað, þetta er nú eiginlega alveg fáránlegt, Mjög framalega í því, þetta er náttúrulega stærsta akstursíþróttasvæðið sem á landinu. Já. Það er vísu góð uppbygging fyrir sunnan í Hafnarfirði. Já, við erum aðeins að lenda á eftir. Já, við förum svona, að því að svona eins og Spyrnubrautina, við erum að keppa á því sem á að vera bílastæðið okkar í framtíðinni. Já. Við erum að fara að byrja á braut núna í lok sumars til að geta farið að nota bílastæðið sem bílastæði á viðburðum og okkur vantar náttúrulega að byggja þarna hringakstusbraut og Spyrnubraut. Við erum með toppfæruna, sandspyrnu og Og bara við það að það verði hringakstusbraut, svolítið góð, þá verður það svona kúvending svolítið í sportinu, held ég. En þið hljóta að vera gríðarlega spenntir, búin að undirbúa þetta lengi að fara á staði þetta og fólk getur bæði kynnt sér dagskrána þá inn á heimasíðun ykkar og... Já, og það í dagskráni þessari viku sem kemur út í dag, allir viðburðir, við dreifum bæklingum með dagskráni og þetta er náttúrulega inn á skeljungur.is, spia.is og víðar, Facebook bílaklúbbsins. Og Arbönd er að kaupa í forsölu út á Skeljungsstöðinni hérna og á Vesturlandsveginum í Reykjavík upp á Höfða. Þá segi ég bara góða skemmtun og skemmtið ykkur fallega. Já, við óskum bara allir skemmti sér fallega. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.